kerfinu, en hins vegar samkvæmt reiknilíkani sem reiknar nákvæmlega eins og lögin segja til. Ég hér með samanburð þátt á 10 milljónum til 25 ára reyndar, styttri tíminn, og byrjaði að horfa á fyrst með 4% verðbólgu. Efri skalinn fyrir reiknilíkani sem reiknar alveg eins og lögin segja til. Að þar kemur fram hérna í línunni að hér sýnir reiknilíkanið 4% verðbólgu á ári sem það reiknar og það sýnir 5,6% vexti á árinu en forsendur voru 5%. En skuldabréfakerfið í 4% verðbólgu reiknar það 5,61% verðbólgu en 7,17% vexti, þó að vextirnir eigi að vera 5%. Þetta er mismunurinn og töluþættinni getur fólk skoðað, til dæmis á myndböndunum. Þarna, ef þetta er 6% verðbólga, ef við gefum okkur 6% verðbólgu, þá reiknar hérna reiknilíkani sem eftir lögunum, reiknar alveg til lögunum, það reiknar 6,02% verðbólgu en 5,06% vexti, alveg nákvæmlega sem vextirnir, allt í gegn. Skuldabréfakerfið reiknar 10,12% verðbólgu þegar hún á að vera 6% en vexti 8,71%. Og af hverju gerist þetta? Við getum horft hérna á 8% verðbólgu. Það reiknar reiknilíkanið eftir lögunum 8,03%. Vextirnir eru eins og venjulega. Þá er hérna skuldabréfakerfið farið að reikna 16% verðbólgu en 10,69% vexti. Hvers vegna er þessi staða svona hjá okkur? Og ef við horfum á, ég sýn ekki að þetta skemmtist hjá einu, en ef við horfum á hérna líka hvernig þetta kemur saman, bláa súlan hérna, er bara reiknilíkanið sem er ekki eins og lögin, rauða er skuldabréfakerfið, en gula er kúlulag. Það þekkja allir kúlulag. Það er bara fullt lán allan tíman. Fullt 10 milljón krónur lán frá fyrsta degi til síðasta dags. Og það hlýtur að vera hámarki sem er hægt að reikna í verðbótum og vöxtum fyrir 10 milljónir innan ákveðins tíma, 25 ár. En gula súlan, hún nær ekki nálægt upp í rauðu súluna sem er skuldabréfakerfið okkar og sem að sýnir hversu mikið vitleysa er þarna í gangi í sambandi við þetta kerfi okkar. Nú, ef við kíkjum aðeins á raunveruleika hérna, að ég er með hérna láni mitt sem ég tók ár 2000, 6.420.000 og það er með 5,1% vöxtum og 197,6 er grunnvísitalan og þegar ég er að greiða af þessu núna í nóvember, þá segir mér ég skuldi, ennþá þó ég sé búin að greiða niður 2 milljónir á einu bretti, þá skulda ég samt 9.104.000. Já, en hvernig lítur þetta dæmi út ef það er skoðað út frá forsendum eins og lögin segja til að ég reikna? Ég hef alltaf fært lánið inn í forsendur lagana, alveg frá fyrsta degi. Hérna erum við ekkert að horfa á eitthvað spádóma. Hérna erum við bara að horfa á verðtrygginguna eða verðhreyfingarnar samkvæmt vísitölunni, nákvæmlega eins og það gerðist. Og lánið er reiknað út nákvæmlega eins og á að gera það samkvæmt lögum. Og hvað fáum við þá? Jú, við fáum hérna að lánið byrjar að lækka alveg eins og skot, eins og þið sjáum.
og það heldur áfram að lækka í gegnum tíðina. Þó að hérna við erum að ég hafði þetta svona til að ykkur að sjá í raun og veru hvernig breytingi verður. Sko, það heldur stöðugt áfram að lækka. Bótaþátturinn hann verður allt annar og mikið minni í raun og veru. Hér er lánið komið niður fyrir 5 milljónir 2004 og það er gamanlegur að sjá hreyfinguna sem verður á því akkurat þegar að hrunið verður. Þetta er engin ágiskun, þetta er bara nákvæmlega það sem gerist í þjóðfélaginu. Ekkert öðruvísi. Ég er ekkert að breyta vísitölunni, ekkert að giska á hana, hún er svona. Við erum komið hér frá 2007 og alltaf þetta lánið að fara að lækka. Það er komið niður fyrir 5 milljónir. Og hér erum við komið á 2008. Takið þið eftir. Hérna erum við á árinu 2008 og hér í október byrja hrunið okkar. Hver verður breytingin ef við reiknum þetta í lögum? Hún verður akkurat engin. Þannig á réttu lán, réttu aðferðafræðina. Þannig að við erum að sjá hér að ég er að greiða nákvæmlega sömu þættina. Það er sama hreyfingin milli gjalddaga í hækkunarþætti eins og hérna fyrir. Það breytist ekki. Það eru forsendur fyrir því, ég hef ekki tíma til þess að fara út í það ekki. En þetta er það sem gerist í raun og veru. Þannig að gægist 2 milljónir sem ég greiði innan og það sem ég ætla að enda þetta hérna á, það er akkurat á sama og var á byttunni 9.104.000 vilja þeir að ég eigi eftir að greiða af láninu, en ef það reiknar samkvæmt lögunum þá á ég eftir að greiða 3.573.000. Já, þetta er mjög gott, þetta er mjög góð aðferðafræði við að ræna fólk og hún hefur gengið vel upp vegna þess að það hefur ekki verið stöðvað af neinu leyti. Svoleiðis að ég ætla ekki að þreyta fólk mjög mikið lengur á þessu en hvet fólk til þess að hugsa vel þetta og spyrja sjálft sig hver er það í raun og veru sem að mun breyta þessu. Mundu þið ef þið væruð áskrifendur að svona ránsþætti má segja og þið komst upp með það í 20 ár, mundu þið breyta því? Nei, það er fólki sjálft sem að þarf að breyta þessu og svo lengi sem að þið bara hlustið á okkur sem hefur verið að kafa í þessu og það er látið það duga, farið svo heim og fáið ykkur kaffisúpa og þá heldur við áfram. En þessu getum við lokið á tiltölulega stuttum tíma. Það get ég skýrt fyrir ykkur á öðrum vettvangi síðar en það tekur ekki nema örfáa mánuði að koma þjóðfélaginu í lag. Takk fyrir það. Já, við þakkum Guðbirni líka fyrir gagnlegt upplýsandi erindi. En nú tekur Eiríkur við stjórninni en ég tek niður mælingaskrá eins og áður og bið þær Helgu og Eyrúnu að koma hér og koma röðinni til þeirra með hljóðunum hann allt. Og mælendaskrá verður svo loka tímalega þannig við getum lokið fundinu klukkan 10. Ég minn ykkur endilega á það að koma mælendaskráni sem sagt í gegnum sviði þannig að við verðum búin að getum lokað á réttum tíma með réttar upplýsingar. Já, heyrðu, áður en að ég opna fyrir fyrirspurnir, það er ábyggilega margir sem vilja spyrja núna. Ég ætla að gefa þó þeim tveim í pallborði hér, Andreu og Ragnari. Sitt bara á mínútuna til þess aðeins að kommentera á fundinu sem stendur núna. Síðan vil ég mjög gjarnan biðja menn að koma með eina spurningu hver
beinin að einhverjum tilteknum aðila í pallborðum. Ég ætla að taka 3 fyrirspurnir í hvert skipti, en ég byrja á Andreu, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og þakka ykkur öllum fyrir að vera hérna í kvöld og ég þakka frummælendum fyrir erindin og ég þakka fyrir boðið á fundin. Mér langar svolítið til þess að stikla stóru af því að ég svona tek á mig skammir hérna utan hægra megin úr salnum, hérna hægra megin við mig frá Eiríki Stefánsinni, sem segir að það sé engin árangur að starfi Hagsmunasamtaka heimilanna. Ég verð að bara hreinlega verja það sjálfboðalega starf sem hefur farið fram á síðastliðnum 3 árum með vikulegum fundum sjálfboðalega í stjórn, að árangurinn alveg heilmikill af starfi Hagsmunasamtaka heimilanna. Annars held ég að við værum alla hérna í dag. Mér langar til að setja fram myndlíkingu. Við vitum það, við vitum hvert við erum að fara, við vitum hvert endamarkið er. Það er að ná fram leiðréttingu lána og afnámi verðtryggingar. Við þurfum hins vegar, við sem tökum þátt í þessari baráttu, við þurfum að vera tilbúin til að ferðast eins og við séum í snjóbíl og við þekkjum hvernig það er hérna á Íslandi. Við sjáum bara stiku fyrir stiku. Við vitum alveg hvert við erum að fara, við vitum ekki endilega hvar við erum á leiðinni og hversu langt er að markinu en við komumst þangað, stiku fyrir stiku. Við þurfum að sýna smá þolinmæði. Ég veit að hún alltaf á þrotum hjá þjóðinni en við verðum að halda áfram. Mér langar til að líka nefna nokkra stiklur á þessari leið. Það er til dæmis dómarinn gengistryggðu lánin. Ég efast að það hefði fallið þeir dómar, hefðu fulltrúar Hagsmunasamtakanna ekki byrjað að tala að þessi lán væri ólögleg og vakið athygli á því. Eins það tekur meira heldur en bara eina nótt að ná fram hugarfarsbreytingu í samfélaginu og að koma í veg fyrir að gullfiskaminni á Íslandi hjá þjóðinni verði alls ráðandi. Nú ég að fá aðeins að skipta Er ég búinn? Já, ég verð að vera svolítið harður á tímanu núna. Já. Það skiptir nefnilega mjög miklu máli að halda þessari umræðu gangandi og láta ekki deigan síga, heldur halda áfram. Ég á von á því að árið 2012 verði ár uppskýrunar fyrir okkur öll, því að við erum búin að sjá fræjur. Takk fyrir þetta, Andrea. Ragnar, má ég biðja þig aðeins að koma? Ég ætla líka að fá að taka fram að þegar Ragnar er búið þá sýnist mér tíminn standa þannig að við verðum bara því miður að loka mælendaskránni að vera komið 7 á mælendaskrá. Ragnar, aðeins kannski að koma inn? Já, ég skal vera mjög snöggur. Ég heiti Ragnar, ég hef verið að skoða lífeyrissjóðakerfið og skrifa lífeyrissjóðana, fjárfestingar þeirra, stöðu, framtíðarhorfur og þá með verðtrygginguna svolítið að leiðarljósi. Og eins og við komum hérna fram hjá mörgum ágættum framsögumönnum varðandi stöðu 60.000 eignalausra fjölskyldna í landinu, að þá eru rauninni vandamálin í dag smámunir með þau vandamál sem að blasa við framtíða skattgreiðendum sem þurfa að halda uppi þessum hópi fólks í framtíðinni, eignalausum, bæði á framfærslu húsnæði. Þessi hópi fer stækkandi og við skulum ekki gleyma því að þessir einstaklingar eru allir sjóðsfélagar í lífeyrissjóðum og væntanlegir lífeyrisþegar. Varðandi verðbætur sem hafa farið frá heimilunum yfir til lífeyrissjóðana frá ársbyrjun 2008 sem telur yfir 150 milljarðar, að þetta hefur ekki verið að skila sér inn á eignarhliðin okkar, það er að segja ánir réttindi, heldur virðist þetta lekast einhvers staðar út þá aðalega í óábyrgum útlánum út í atvinnulífið og slæmum öðrum fjárfestingum. Þetta ég verið að skrifa þetta á, en ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ef einhver vil fá eitthvað upplýsingar á getið spurt. Ég vil fá fyrstu fyrirspurnina í salnum, en ég vil fá eina spurningu frá hverjum og biðja að viðkomandi að segja þetta alls. Hver er fyrstur hér? Ég ætla að loka mælendaskránni.
Fyrsti aðilinn, Ásmundur, þú? Já, fundarstjóri ágætu fundarmenn. Ég þakka fyrir þennan gríðarlega fund. Það ein spurning sem brennur á mér. Hún í rauninni við hvern þessi fundur að tala. Hann að tala við sjálfan sig? Eða vill hann koma skilaboðum til þeirra sem ráða? Okkar kjörnu fulltrúa, ríkisstjórnarinnar og fjármálafyrirtækin í landinu. Þetta finnst mér vera svo spurning sem sé einna brýnast að fá svar við. Hvort að þessi fundur ætlar að senda einhver skilaboð frá sig. Ég nefndi þetta við hann Vilhjálm Birgisson áðan og ég til í ef undirtektir fyrir mitt mál ef ég met þess svo, þá myndi ég vilja fara og semja stutta og skýra ályktun sem við sendum frá okkur til fjölmiðla, þannig að rödd okkar komist út í samfélagið. Ég ætla að fá næstu fyrirspurn og ég ætla að biðja viðkomandi líka að beina spurningu sinni til tildengis í pallborðinu ef hann kýs svo. Næsti fyrirspyrjandi. Ágætu fundarmenn, Ólafur heiti ég. Mig langaði til að koma inn á meðferð þeirra muna sem hafa verið tekin af fólki með nauðungaruppboðum, bæði tæki og fasteignir, sem allt eru eignir lífeyrissjóða og banka og meðferð þessara fjármuna eftir vöxtusviptingar og uppboð. Þetta liggur eins og hráið allt land og verðmætin verðað engu. Hús skemmast í frostum út af viðhaldsleysi og eftirlitsleysi. Ég get ekki séð að þessir fjármuni verði nokkuð tíma greiddir út sem lífeyrir. Fleira var það ekki. Þetta þá næstu fyrirspurn hérna í salnum. Ég vil að segja til nafns. Já, ég heiti Þorvaldur og ég með mjög einfald spurningu. Það beinir til Guðbjörns. Leðum við þakka hana fyrir að sýna okkur lánið sitt. Mjög fallegt lán. En hefur það einhvern tímann hvarflað að honum að deponera greiðslu á þessu láni að uppfylltum skilyrðum lagana sem hann að segja að séu rétt? Takk fyrir. Það fá fleiri fyrirspurnir. Næsti fyrirspyrjandi í salnum. Það hann. Já, góða kvöldið, Sturla heiti ég, Jónsson. Ég langar að spyrja ykkur hérna þess út í þess að þeir eru búin að vera að tala verðtryggina fram og tilbaka. Og ég aðeins búin að liggja í þessu kannski eins og sem verður vitað. Þá eru lög hérna nr. 121/94 sem þetta lög neyttalán. Og ég langar að spyrja salinn svona hvað ykkur finnst þessa lagagrein sem til staðar hérna í lögunum. Og þetta önnur málsgrein í 12. grein laganna sem segir þegar reiknið út andlega hlutfallslega kostnaða skal gera ráð fyrir eftirfarandi. Og þið munum sjálfsagt öll segja ha. Ef engin hámarksupphæð tilgreind í lánasamningi skal hámarksupphæð lánsins sem veitt teljast 150.000. Svo talum við verðbætur eða verðtrygging og það allt saman. Hvað ætlum að verðbæta og hvaða verðbætur ætlum að borga? Ekki rétt að við förum að lesa lögin og láta liðið gjalda fyrir það að vera búið að ræna okkur inn 21 ár. Þar sem að þessar fyrirspurnir hafa nú, eða öllu frekar ummælin hafa nú verið svona án spurninga, þá ætla ég að fá kannski 1 til 2 viðbót. Við erum næstur hér með spurningu, gjörðu svo vel. Ég heiti Margrét Tryggvadóttir, ég eiginlega ekki heldur með spurningu. Mér langar bara svo að biðja fólk að standa saman. Vegna þess að það alltaf verið að etja okkur upp á móti hverjum öðrum, verðtryggða fólki á móti gengislána fólkinu og þegar við erum að tala almennar leiðréttingar að þá segir Árni Páll blessuð sé minning hans í ráðherrastól að auðvitað ekkjurnar sem þurfa að fá leyfeyri sinn og allt þetta, sko, þetta rosalega góð líking að kerfið svo helsjúkur fíkill. En við erum ekki fíklarnir, launin okkar borga dópið fyrir kerfið. Og það þarf að taka þetta kerfið allt niður, verðtrygginguna og skoða lífeyriskerfið í leiðinni.
Gjörðu svo vel. Já, góða kvöldið, Sveinbjörn Sveinsson heiti ég, kemur úr fráfarandastjórn hagsmunaheimila. Ég vil meina að ég sé nú svona guðfaður að þeirri undirskrift sem í gangi, þannig að mér langar að reyna orðum mínum að Andreu hvernig stendur með undirskriftin okkar. Gagnvart þessum 40.000 manns, gagnvart leiðrétting á verðtryggingunni og höfustól. Þakka þér fyrir. Við fá einu viðbót. Ég ætla að fá eina í viðbót að búa að loka mælendaskránni. Þannig að ég held að það sé ein eftir ef ég man það rétt. Það er því miður búið að loka mælendaskránni því að fundurinn á árast rétt 10 því miður. Já, góða kvöldið, Þóra heiti ég, Guðmundsdóttir. Langar að spyrja Guðbjörn, hafi ég skil hann ég, eins og þetta með skóluna. Er það rétt skil hjá mér að hafi þetta 10 milljónir verið teknar láni 2002 og þegar annars verið greittaði mánaðarlega og svo hins vegar bara einu bretti, 10 ára síðar. Er það betra? Er útreikninguna á henni í reyn? Þá er ekki meina með tilliti til lagana, heldur er hann í reyn annað. Og svo er þetta bara smá í viðbót, ef þetta er rétt að það sé að það er bara ráðgæða eftir lögunum. Hvað er eftir þetta með því? Er bara ekki í lagi að fara síðan lög og reglur og ekki gera neitt? Það er pallborðið tækifæri til að svara og ég byrji bara á hann Guðbjörni og síðan eru hérna okkur í viðbót. Gjörðu svo vel, Guðbjörn. Guðbjörn. Já, þetta er svolítið sem er beint í mín hérna. Ég skal bara byrja aftanfrá, þannig Þór. Þetta er rétt reiknað út. Held ég að ég geti alveg fullyrt því að ég vann í 5 árin tæp í hagdeild banka og var þar allan tíma við að reikna út lán og bjóð til eitt af hugbúnaðarkerfum bankakerfisins og þannig að ég treysti mér alveg til þess að fullyrða að þetta er nákvæmlega eins og bankakerfið reiknar það. Skuldabréfakerfið reiknar á sinn veg eins og það gerir og hins vegar er búið að fara yfir reiknilíkanir sem ég bjóð til og meira sem Seðlabankinn gerir ekki athugasemd við það. Þannig að þessar forsendur sem þarna koma fram og þið getur séð með því að fara inn á YouTube og einhverju að fara inn verðtryggingu þá fáið þið öll þessi 3 verðtryggingar dæmi mínu að það sé í lagi að fara fram hjá lögunum. Já, það er í lagi greinilega. Við gerum þetta öll á hverjum einasta degi, þannig að einhverju leyti, en það er misjaflega stórtækt sem að fólk er í þessu og ég veit ekki neina sem eru stórtækari heldur en Seðlabankinn og þeir sem stunda þetta fjármálaævintýri. Þannig að við segjum okkar á milli að ef þú stelur milljón þá sleppur þau, en ef þú stelur kókflösku út í búð þá ertu sektaður. Þetta virðist vera það sem er að gerast í þjóðfélaginu og við verðum að breyta þessu. Það er bara fólki sem getur breytt þessu. Þeir sem að stunda svona starfsemi, þeir breyta því ekki. Því þeir eru að hagnast það. Það er við sem verðum að breyta þessu. Og með spurning Þorvaldur að deponera greiðslu, það í sjálfu sér hefur ekkert að segja ef ekki er farið í mál út af dæminu. Ég var í löngu farin í mál út af mínu dæmi ef að ég væri ekki í þeirri stöðu. Ég er búinn að vera öryrki í meira en 10 ár og
okkar lífsafkomugreiðslur ekki það miklar að ég hafi efni á að setja 1 milljón eða svo í þrætur við kerfið. En ég er búinn að undirbúa málið allt saman og ég er búinn að bjóða nokkru sinnum fram til málsóknar og það er tilbúið til þess að það er búið til stefnuna strax á morgun. Ef að því verður skipta og ég er til. Ég sé að Marín vill aðeins fá að taka til málskjörðu svo vel örstuð og svo er Andrea með nokkra fyrirspurnir, veit ég. Já, mér langaði að byrja að taka þetta fyrirspurn frá því úr fyrri fyrirspurnatíma, það var hún Lára. Hún sagði þess vera húsleigjandi í dag og ég væri með sömu sporum og fólkið á Patró árið 1990. Ég vil bara taka undir þetta. Ég leyfði mér það í febrúar 2009 á Austurvelli að segja þetta og það var púað á mig. Vegna þess að ég sagði þá að það ástand sem þá var að skapast í þjóðfélaginu með yfir veðsetningu, hrunið, húsnæði sem fólk hætti ekki losið við, atvinnuleysi, þjónustan að fara og allt þetta. Þetta er bara nákvæmlega sem landsbyggðin hefur þurft að búa við í 20 ár ef ekki lengur. Og þannig að það er eiginlega það hræðilega við þetta að stjórnmálamenn, þeir gátu ekki leyst þetta fyrir landsbyggðina. Hvernig í óskopunum dettur okkur í hug að þeir hafi hæfileikann til þess að leysa þetta fyrir Suðvesturhornið. Það er bara það. Og þessi náttúrulega beint til stjórnarflokkana vegna þess að því miður að þá hef ég haft þau, af því það er líka spurt hérna hvernig ná að vinda ofan þessu vanda. Það er ekki vilji hjá Samfylkingunni og VG að vinda ofan þessu vanda. Það er bara staðreynd. Og það er heldur ekki vilji hjá Sjálfstæðisflokknum til þess. Bara það sem á að vinna. Félagarnir, Friðrik Friðriksson sem situr hérna, fyrirverandi formaður hagsmunasamtakanna, við fórum á fund með þingflokki Sjálfstæðisflokksins fyrir hvernig það var mitt árið 2010, ég man ekki alveg nákvæmlega dagsetningu á því. Bjarni Ben kom á seint á fundinn, við vorum byrjaðar að kynna okkar, héldum áfram að kynna okkar, svo fékk Bjarni orðið og sagði það verður aldrei orðið við þessu. Þetta voru orð Bjarna Benediktssonar, formaður Sjálfstæðisflokksins. Ekki? Nei, ekki þetta. Ég fengi Andreu núna að hún fékk hérna allavega 2 fyrirspurnir, Andrea, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Mér langaði líka til að bregðast aðeins fyrir úr fyrri spurninga hannunum áðan, fyrirgefið. Mér langaði til að þakka að Magnús var í skramir hérna í salnum og kom með fyrirspurn og ég sé að það hérna nokkru þingmenn og mér langaði til að þakka hann sérstaklega fyrir að mæta hérna í kvöld og hlusta og vera með okkur. Hann spurði hvaða lausn sér Karl og mér langar nú dálítið til þess að svara að það eru komnar fram heilmargar lausnir á þessum vanda. En þannig er að við verðum að setja þetta aftur upp í myndlíkingu. Þær lausnir eða þau úrræði sem að stjórnvöld hafa komið hingað til á þessum 3 árum eru eins og litlir plástrar á opnast lagar og það virkar ekki. Þannig að við þurfum að fara að hugsa hlutin upp á nýtt. Við þurfum að fara að hugsa þetta eins og stór slys sem gerðist. Og þá verður að bregðast hratt við. Það verður að bregðast hratt við og bindum sárið mjög fast og varanlega.
Lausnirnar sem hafa verið lagðar til af hagsmunasamtökum heimilanna eru meðal annars, ég ætla bara að nefna hérna, það eru meðal annars eignanámsleið. Það er að taka lánasöfnin eignanámi yfir í íbúðalánasjóð og leiðrétta þaðan, miðað við það afslátt sem var gefinn af gömlu bönkunum til nýju bankana. Þetta er einn möguleiki. Mig langar að nefna til leiðina sem að Jóhannes Björn hefur bent á. Það er vindfólksskattur eða hvalrekaskattur, sem er þá 95% skattur á þá 164 milljarða sem að bankarnir eru búin að skrifa í hagnað í hruni af kreppuárum, 170 núna. Þarna er komin stór upphæð til þess að leiðrétta tilbaka. Þetta er nefnilega ekki spurning að borga í peningum eitthvað, heldur færa til tölur í tölvur. Síðan vil ég benda á að forseti ASÍ ber heilmikla ábyrgð. Hann var settur í nefnd í lok árs 2008 til að koma með tillögur. Hann hafnaði því að taka vísitöluna úr sambandi við lánin og kom í þessi stað með lengingu á lánum, þar að segja greiðslujöfnunarleiðina. Og hann hefur hafnað því alla tíð síðan að það eigi að leiðrétta lánin. Hann segir að skuldarar eigi að greiða sínar skuldir og honum beri að passa upp á lífeyri ömmugömlu. En mig langar að varpa þeirri spurningu hérna fram, hefur einhver spurt ömmugömlu hvort að hún vilji í raun og veru láta þessa eignatilfærslu eiga sig og stuðla að þjófnaði frá lántakendum til ellilífeyrisþega sem að hluta til við sjálf, við eigum þessa sjóði. Þannig að þarna í þessu samhengi ég að benda á, við þurfum að endurskoða lífeyrissjóðskerfið, því það stoppar allt þar. Þeir vilja halda verðtryggingun inni. Það er meðal annars vegna þess að þeir græða meira á henni heldur en gjaldmiðillinn rýrnar. Örn Karlsson hefur bent á að það sé það bil 2,5% sem er reiknað fram yfir rýrnum gjaldmiðils með mælingu á vísitölu neysluverðs og tengja það við lánin okkar. Það er heilmikið í ofanálag við verðbólguna sem er undirliggjandi verðbólga og síðan pluss 4–5% vextir. Þetta er alveg gríðarlegt álag á heimilum og við verðum bara að segja hingað og ekki lengra. Burt með alls síðan. Já, en burt með þessa okurlána starfsemi, hún gengur ekki upp. Ég langaði til að bregðast við hérna beinni spurningu. Það var spurt undirskriftarsöfnunina og hann var með okkur í stjórn Sveinbjörn Sveinsson og lagði til að við færum í undirskriftarsöfnun og það hafa safnast 37 undirskriftir. Þær hafa verið afhentar. Síðan þá var málið sett í nefnd eins og tíðkast hér á landi, þar að segja var sett til Hagfræðistofnunar. Hagfræðistofnun skilaði af sér núna nýlega til okkar drögum að skýrslu, 20 sína skýrslu. Hún gaf okkur sólarhring til að bregðast við með athugasemdum sem við gerðum og sendum 11 sína athugasemdir tilbaka því að skýrslan var handónýtt. Það var ekki hægt að taka mark á henni. Það sem við höfum lagt til núna er að leita til forsetans vegna þess að forseti er hluti af stjórnvöldum. Stjórnvöld ætla sér ekki að bregðast við þessu, það er að segja ríkisstjórnin. En forsetin er hluti af stjórnvöldum og við ætlum okkur að leita til forsetans núna með það að þrýsta á stjórnvöldum. Nú er fundurinn kominn einum 7 mínútum fram yfir tíman og við ætlum að loka þessu núna. Ragnar fekk nú ekki einustu spurningu þetta í pallborðið þannig að ég ætla að gefa honum hérna 1 mínútu í lokin og síðan ætla ég að loka þessu. Já, það sem ég hef verið að benda á varðandi lífeyriskerfið og aðkomið því af einhvers konar lausn á þessu vanda. Eins og sem ekki nýja nálinni. Þessi hugmynd spratt upp eftir að uppkomst ákveðin bankastjóra hjá Landsbankanum, Sigurður Árnason að minni maður heitir, og hann hafði stofnað sem prívat lífeyrissjóð og lána sjálfum sér úr þeim sjóði til þess að skuldsetja fasteignina sín og gera hana óaðfararhæfa með 25 ára kúluláni. Með þessum gjörning þá gerði hann eiginlega svolítið sniðugan hlut að þarna var ávöxtunarkrafan á láninu beintengt hans áunnu réttindum í hans prívat lífeyrissjóði.
Þetta ágætis hugmynd til þess að taka inn í lífeyrissjóðakerfi sem ætti nú breyta aðeins og skoða, endurskoða, jafnvel frá grunni, að í stað þess að við horfum á eignarhlut okkar í fasteignunum sem voru okkar mikilvægasti lífeyri rýrna og sömuleiðis áunnið réttindin okkar sem ættu undir öllum eðlilegum kringumstæðum að hækka, að þarna væri til eitthvað kerfi sem að héldist frekar að. Það er að segja, ef lífeyrinn okkar rýrnar, þá eykst okkar eignarhlutur. Og það er eina sem þarf, það er viljinn. Og viljinn ekki til staðar hvorki innan verkalýðshreyfingarinnar né hjá stjórnvöldum. Þannig að það er drokkum komið að breyta þessu. Takk fyrir þetta, Ragnar. Áður en að ég gef fundarstjóranum orðið, þá vil ég nú bara þakka salnum fyrir okkur sérlega ánægilega pallborð bæði núna og í fyrirhlutanum. Það er gott til þess að vita að svona fundur fari fram á með málefnalegum nótum til þess að gera og menn er að rökstyðja og færa fram rök fyrir leiðum og lausnum. Það er nefnilega þannig að sá sem að er með sannleikann í ferðartöskunni, hann er alltaf í rétta ferðarleiðinu og að því sögðu og hugsandi veggstíkurnar sem hún Andrea nefndi hérna áðan, þá ætla ég að gefa boltan yfir til fundarstjórans. Já, mér langar til þess að byrjum á því að klappa sérstaklega fyrir alveg frábærum framsögumönnum og gestum í pallborði sem að fengu nú svona sumir hverjir að tjá sig frekar lítið en komu samt á fundinn. En sem sagt, framlag þeirra er dýrmætt, bæði til fundarins og ekki síður til hagsmunamála heimilina í landinu og það er greinilegt á ykkur. Mér langar til að þakka ykkur alveg sama hvort eru þingmenn eða almennir borgarar, menntamenn, atvinnulausir eða hvað. Ég þakka ykkur öllum jafnt fyrir að koma og gera þennan fund af því sem hann var. Að lokum langar mig til að benda á að við erum ekkert hætt, við erum óstöðvandi í grasrótinni og á laugardaginn þá verður fundur þar sem hagsmunasamtök heimilina senda fulltrúa og segja einmitt frá undirskriftasöfnuninni sem að Andrea var byrjuð að svara hérna áðan. Þá ætlum við að fara ítarlega í hana og það var greinilegt að fólk bara spyrja eftir því, svona finnum við þetta á okkur fyrir fram. Ég ætla að koma að því, það er í grasrótarmiðstöðinni sem er í Brautarholti 4. Við erum með heimasíðu, grasrótarmiðstöðin.is, ekki með íslenskum stöðum, þannig að það er grasrótarmiðstöðin.is og þar getið þið fylgst alltaf með hvað við erum að gera. Og sem sagt á laugardaginn klukkan 1 til 3 þá er hagsmunasamtök heimilina að segja einmitt frá undirskriftasöfnunum, kröfunum og framtíðinu og öllu því. Við stefnum svo að því að hafa annan fund, spurning hvort hann verður hér í Háskólabíu eða í Iðnó, 20. febrúar, annar svona borgarafund. Og ég vona að á þessum fundum þá höldum við áfram að sýna fram á það að við getum talað saman. Hér eru margir þingmenn sem við viljum að sjálfsögðu beina erindum okkar til og við viljum líka beina því erindi til fólks að það fara að standa upp og mér fannst allir framsögumennirnir einmitt vera að benda á það að það eru við sem getum